Í þessu sögufræga húsi í Ólafsfirði, húsi sem í 80 ár hefur gjarnan verið kallað pressetrið eða sigurhæðir, þó þar hafi ýmis starfsemi farið fram lengst af sem bókasafn Ólafsfjarðar, nú komið dúkkusafn. Það opnaði 17. júní síðastliðinn. Allar dúkkurnar koma frá sama eiganda, Helgu Ingólfsdóttur sem gamall Ólafsfirðingur, en hún hefur búið í Keflavík síðustu áratugi. En hvernig stóð á því að Helga byrjaði að safna dúkkum? Tilviljun var þessi að ég var með fatlað barn, bjó upp í Fljótum, flutti suður, hafði ekkert, ég satt mikið heima og komst ekki, það voru miklu minni hjálp að fá með barnið þá heldur en í dag. Og fyrir að fara í þunglyndi þá fór ég að gera eitthvað, ég alltaf þurfti að vera að gera eitthvað. Svo ég fór að byrja að búa til styttur sem hún aldrei svona nátt frá. Og steypti þær, ég 50-60 tegundir. Og svo flutti ég, þetta gekk nú ekkert mjög vel, það voru erfiðleikar með hana, þannig ég gæti aldrei farið með hana, svo ég satt bara heima og prjónaði. Og svo náttúrulega vissi fólk að þessu, var að gefa mig dúkkur. Svo fór maður náttúrulega við að sér, allt í að þetta voru bara heilt safn. Svo flutti ég til Keflavík og þar bjó ég í fjölbýlishúsi. Þar getur ekki steypt, það engin liður og færi upp með på hæð með sement og drullu. Svo þá fyrir ég prjóna og upp úr því svona hefur þetta hægt og hægt bara hlaðið á sig, sko. En hvers vegna að opna dúkkusafn og þá í Ólafsfirði? Nú svo náttúrulega veiktist ég fyrra, ég fekk krabba og þegar fólk lendir í því þá fer það að hugsa, það fer að stokka upp sitt líf. Það fer að pæla í því sem það með, býtu hvað ætla að gera við þetta. Ég hafði ekki af mínu barnum mitt sérstaklega lága á þessu. Ég átti dóttur, ég hef búin að vissa hana. En strákarnir hafa engan áhuga á þessu. Svo ég hugsaði með mér, ég að norðan og maður sækir alltaf í ræturnar. Ég var búin að vera með sýningu með 2012 í Ráðhúsinu. Og svo sem hugsaði mér, nei, Siglufjörð fyrst, en svo fór ég að hugsa betur og ég svolítið á Facebook og sá Svein, Magnússon, að hann var mikið í gömlum húsum og ég sá hvað mikið af fallegum húsum í Ólafsfirði, svo ég hafði samband við hann. Og hann eiginlega benti mér fyrst á gamla kaupfélagið og svo þetta hús. Og svo fór ég að skoða betur það og sagði Kristín Trampi, hún var með dúkkuhús og ég hafði samband við hana. Og svo höfðu þau sambandist Þorstein. Þannig að þetta akkurat ár síðan ég kom hérna til að tala við þau fyrst. Þetta búið að stjæða allt á einu ári. Þorsteinn þessi sem Helga nefnir Þorsteinn Ásgeirsson fyrrum bæjarfulltrúi í Ólafsfirði, en hann í stjórn Sigurhæða ásamt Öldu Traustadóttur, Helga Jóhannsyni, Sigurði Val bæjarstjóra og Önnu Maríu Guðlaugsdóttur. Saga Leikvanga, þetta er partur okkar menningu og raunverulega hefur þetta verið vanvirt. Það hefur verið bara, ég ætla ekki að segja neitt, ég var fórst að tala með að Þorsteinn kom hann leikið sér dúkkum og hann eiginlega sagði það, hvað þetta að fara að dúkkudruslu hinga. En þetta viðhorf að breytast og mikið. Það fólk að fara að sjá verðgildið og menningunni í þessu. Þú getur séð frá hvaða tíma hver dúkka ef þú bara sest niður og skoðar það. Og þetta safn náttúrulega spannar svolítið í gegnum tíðina. Elstu dúkkurnar sem 1959, þær eru uppi og ef þú tekur myndir svona af hillunni, þá sérðu alveg á dúkkunum og klæðnaðinum hvað þetta gjörsamlega ólíkt. Svo fyrsta það myndi ekki klæða sig svona í dag, eða vera svona í dag. Svo aftur, eins og maður segir, svo kom þarna 68 þegar blómabyltingin var. Þá sérðu aðrar dúkkur, þá eru breytingar, þannig að hún var svolítið óbreytt þangað til. Þá fór að koma þessi skræpottu og gullklæddu og svo segja núna, segja þriðja að koma, það er þessi frumkvæðlakonurnar. Þær eru ekki heima sætar þú veist, í vögnum og svoleiðis, þær eru menn, með jafnréttar mönnum, og gera kröfur á það. Þetta er eiginlega nýtt steiði. Og þá má segja að Barbie geti alveg fyllt í eftir og það er svolítið gaman að þegar það kemur að setja upp svo frumkvæðlakonuna líka. Hér er alltaf mikið Barbie í dag.
það vegna þess að það var talað við heldum að það yrði auðvelt að setja hann upp en það hefði trúlega verið það erfiðasta því að það var svo mikið að litlum hlutum og þetta náttúrulega þetta ekkit, í dag horfur á þetta var ekkit í einu kassa þetta 40-50 kassa þannig ég þurfti að sortera allt í myndina og í raun og eftir vissi ekkert hvað ég var að fara með á stað ég átti þennan kastala og hann var gallaður og þá ákvað það að búa til dansal af því að vantaði hæðin á milli þú veist þetta kemur svona hægt og hægt svona þetta bara verið að leika sér ég raun og réttu ég hef aldrei leikað mér dúkkum en maður gera það samt í dag eftir að maður fyrir að vinna með börnum þá einhvern veginn maður breytir svo mikið þú veist maður svona ég er þroskaþarfi og ég hef búin að vinna með börnum í 20-30 ár þannig að maður breytir svolítið við það og maður líka ég var fórstöðumaður fyrir leikvangasafni í Þorskafirði og þar náttúrulega kynntist maður hvað leikurinn hefur mikið gildi fyrir börn og fyrir fólk, ekki bara börn og í raun og réttu þá það eiginlega líka svona angi af þessu það sem sagt lífsreynslan og hvar maður lenti maður þurfti að bjarga sig og maður þurfti að gera gott úr þeim aðstæðum sem lífið skapaði manni og frekar hann að brotna og ég er mjög þrjósk og færi þunglyndi sem að ansi margir gera þetta náttúrulega rosalega reynsla að fá fatlafat, það það en það hægt að gera gott úr öllu og það raun og réttu það má kannski segja að þetta hafi orðið til þess að ég fór þessa stefnu ég veit ekki hvað ég hef verið annars af því að ég neyddist til að vera sjálfur með nóg Eins og áður sagði var þessi fyrsti áfangi safnsins opnaði 17. júní og staðsettur í Risinu en dúkkurnar á 300. Síðar á þessu ári mun fjölga allverulega og þegar allt verður komið á sinn stað verða þær vel á annað 1000. Safnið opið frá klukkan 10 til 14 virka daga.